Komið sæl og velkomin að skjánum. Þetta þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni og ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér eru í dag Auður Traustadóttir og Baldur Árni Guðnason sem búsettur í Svíþjóð. Auður Traustadóttir á Akureyri, ekki satt? Yep. Mig langar aðeins að byrja, Baldur, á að heyri þér í Svíþjóð. Ég var aðeins svona að kanna í gær. Það ætlaði einn að vera með okkur mögulega í dag líka sem að á Spáni en svo sáum sér ekki fært að vera. Nú náttúrulega erum við að fá fréttir allstaðan að úr heiminum, það sem bara alveg hryllilegt ástand víða og meðal annars fólk fast erlendis, öryrkjar mikið fastir. Að því það mikið af okkar fólki sem hefur annaðhvort farið og verið búsett hluta ári erlendis eða bara búsett erlendis. Margir sem eru fastir á Spáni voru að gera sér vonir að komast kannski í gegnum SAS sem til Svíþjóðar og frá Svíþjóð heim. Hvernig staðan í Svíþjóð, Baldur? Mikið, hefur eitthvað heyrt af bara stöðunni hjá öryrkjum í Svíþjóð til dæmis? Staðan hér í Svíþjóð tiltölulega góð, þar að segja var farið fram á að fólk myndi halda sig sjálfskipaðri einangrun og vera ekki að vera fleiri úti heldur en tveir til samans. En korona hefur heldur betur ráðist núna harkalega á Svíana og sérstaklega í Stockholm og Gautaborg og Malmö. En til dæmis hér í Alingsås, þar sem ég bý, það hefur enginn greinst. Nýjustu tölur núna í morgun voru það að í Stockholmi hafa látist 342 og það eru helst eldri borgarar. Það búið að banna alla heimsóknir á heimili aldraðara. Það hefur reynt að vera að koma til móts við aldraða með því að opna verslanir snemma á morgnana. Það heimsendingaþjónusta, gjaldfrí heimsendingaþjónusta. Það eru hópar sem hafa myndast í gegnum Facebook þar sem að fólk hefur boðist til þess að versla fyrir eldri borgara og öryrkja. Þannig að ég myndi álíta að staða öryrkja sé nokkuð góð þar sem að fólk hefur sýnt mikla samkennd og boðist til að aðstoða. Og því hefur vel tekið og vel fagnað. Eins og segi, hér í því bæjarfélagi sem ég bý, þá hefur verið ákaflega heppin að enginn hefur greinst enn. Og lest þarna sem að við erum svona, ég náttúrulega 42 kílómetra frá Gautaborg, ég aðeins sunnar en Gautaborg, en lest á milli Stockholms og Gautaborg og hún fer hér í gegn, en bannað að stoppa. Ja, hann bannað að stoppa? Já. Bara upp til að dreifa ekki? Já, það talað að Stockholmsbúar séu þeir aðilar sem að dreifa hvað mest veirunni. Já. Og henni bannað að stoppa og lestin sem fyrir frá Gautaborg Stockholm og renni hér bara beint í gegn. En öðru leyti bara í augnablikinu allavega bara róleg heitin. Sjálfur sitt ég í sjálfskipaðri einangrun. Já. Tekið ekki sénsna að fara út. Nei. Seint á kvöldin. Já. Smá gummutúr. Já. Eða rúllitúr. Rúllitúr. Óttastu að smitast? Nei, ég geri það ekki. Nei. Ég geri það ekki. Ég tel mér fara það varlega að ég það ákaflega óheppinn ef að það kemur fyrir. Ég meina, ég ekki að umgangast
almenning eða fara í verslanir eða í bæinn, alls ekki, ég sit bara heima. Hvernig, ég er að vera að hugsa með fólk sem með sko MPA, það náttúrulega hefur ekki alveg sömu möguleika á aðrir á að vera í sóttkví í rauninni. Nei. Er ekki... Ertu það að minna saman til heimilisaðstoð? Já, eða er fólk sem með aðstoða fólk hjá sér og kannski og kannski marga jafnvel? Já, það sko, við gílararnir, ég einn af gílararnum eins og við köllum. Það er hérna organisation sem við eigum til samans rúmlega 400 notendur af svokallar assistentþjónustu. Við erum mjög strangar reglur og strax í upphafi að þá fór ég fram á það að við myndum fylgja þeim reglum sem eru settar upp á Íslandi með hreinlæti, handþvott og fatnað og alls ekki vera til dæmis með naglalakk og ekki skartgripi og allt þetta. Við lögðum mjög strangar reglur á það. Í þessu assistent-kerfi sem er reyndar kallað MPA á Íslandi. MPA leitar einmitt mikið til okkar með aðstoð hvernig þeir eiga að vinna þeim málum heim á Íslandi. Við höfum verið að styðja MPA. Já. Og eins og ég segi, við erum mjög strangar reglur. Við höfum lækna, 2 lækna, annar er íslenskur, er einmitt í hjólastól, yfirlæknir á lyflæknadeildina á Sahlgrenska og hérna við fylgjum þessum stífu reglum að fólk er mælt áður að fer í vinnu. Það er fylgst með því að það hafi ekki skartgripi. Það er fylgst með því að þegar koma inn að þá er handþvottur. Það eru settar á sig plastfundur. Það er farið í ákveðin stífvél sem að allir notendur hafa og var skaffað. Þannig að ítrastar hreinlætis er gætt. En síðan náttúrulega veit maður aldrei að það er alltaf einhverjir sem að reyna að komast hjá því. Það er alltaf einhver sem að... En þetta er þegar fólk kemur inn á spítala eða... Nei, þetta er þegar að fólk kemur inn á heimili notanda. Er það þá bara alveg í sér hlíðarbúnaði? Já, við erum með rúmlega 1800 starfsmenn. Já. Sem að sko, við þurfum að fylgjast með. Og við vinnum næstu 24/7. Það er unnið allan sólarhringinn, við skiptumst á vöktum með að fylgjast með. Já. Og hérna, það er ekki slegið af. Það er ekkert slegið af, nei. Og sá vinnukraftur sem að reynir að komast fram hjá þessum reglum okkar, honum er vikið úr starfi. Já. Umsvifalaust. Já. En því miður það er alltaf einhver sem að reynir. Já. Já, en hvernig, segðu mér annað, hefur eitthvað heyrt af Íslendingum úti sem að eða komi gegnum Svíþjóð eða ertu að sjá í fjölmiðlum kannski bara eitthvað eins og við? Nei, ég hef ekki séð neitt eða það er hérna Facebook síða sem heitir Íslendingar öryrkjar í Svíþjóð. Já. En svo síða er bara ekki svo virk. Nei, einmitt. Því miður. Ég sá það var umfjöllun í blöðunum í gær sko, að það var talað um það eru 11.500 Íslendingar erlendis og fara 500 að leita leiða til að komast heim
og flestir eru í svona nágrannlöndunum eða í Evrópu. Þannig að og ég veit til þess að fólk bara, sumir eru fastir á Spáni og að reyna að komast í gegnum Svíþjóð sem að virðist vera svona eina mögulega leiðin sýnileg. Þannig að það verður allavega formlegt að fylgjast með þessu eitthvað á næstu dögum en þið sem að, þú ert búin að vera lengi í Svíþjóð, Baldur? Já, ég hef búin að vera 11 ár. 11 ár og fólk náttúrulega sem að býr, bara Íslendingar sem búa í Svíþjóð eiga alveg full réttindi þar orðið, eins og þú ert með alveg samkvæmt Norðurlandasamningnum að sama hvort að sem Íslendingur að þá getur þú flutt til landa eins og Noregs, Svíþjóðar, Finnlands, Sviss, Kanada, Noregs og þú hefur, og Danmerkur og þú hefur alveg nákvæmlega sama rétt og danskur ríkisborgari eða sænskur ríkisborgari. Þú gengur inn í allt það sem að allt félagslega kerfi 1, 2 og 3. Þú þarft ekkert að eltast við eitthvað sem að þú heldur að fá verið ekki. Þú var nákvæmlega sama og allir aðrir öryrkjar í landinu. Og þú átt nákvæmlega sama rétt á því að sækja alla þau þjónustu sem í boði fyrir aðra. Fólki finnst það kannski flókið, en þetta alls ekki flókið. Þetta mjög einfaldar umsóknir og ef þú hagar þér heiðarlega og ferð með rétt mál þína hagi að þá gengur þú mjög hratt inn í kerfið. Og ég myndi segja, eins og í mínum tilfelli, þá tók það ekki nema cirka 6 vikur frá því ég sótt að komast inn í þetta assistent system sem ég hef aldrei nýtt mig fyrir á lífsleiðinni, frá því að ég mætti þeim hjá Forsikringskassan sem er sama Tryggingastofnun á Íslandi. Þangað til þeir voru búin að afgreiða mitt mál og þeir afgreiddu það 1, 2 og 3 og ég fekk 11 tíma á dag, nákvæmlega 7 daga vikunar, nákvæmlega sama eins og allir aðrir. Og ég gat sótt einn það að hafa sofandi næturvaktir en ég taldi mig ekki þurfa þess. En ef ég þarf þess í dag, þá get ég bara sótt það. Það virkar. Þannig að þegar þú kemur til Svíþjóðar á sínum tíma, þá ertu að fá mikið betri þjónustu í rauninni þar heldur en á Íslandi. Já, ég get alveg sagt að það trúnaði að til Íslands kem ég aldrei. Nei. Ég fer ekki úr þessu öryggi sem ég lifi í dag og ég hef haft á orði, þó þetta sé kannski svolítið mikið mennskubrjálæði, að mér finnst ég að vera ríkur Íslendingur hér í Svíþjóð og fá mínar strípuðu bætur frá Íslandi og búin að breyta þeim í sænska krónur. Það rýrna töluvert á leiðinni samt. Það rýrna á leiðinni og meira sér í dag. Já, meira núna. Já. En samt á ég afgang. Ég búin að borga húsaleigu, kaupa mat, borga tryggingar á bílum mínum, eða pening í bensín og þvælast Þá ég samt afgang og ég var meðaltali á sparireikning, legginn á sparireikning að meðaltali 1.200 krónur sænskar á mánuði. Og það mikill peningur. Samt ég búin að leyfa mér allt það sem ég langar í. Og ég spara ekkert. Hangi í fataverslunum og já, ég svona, ég fann að haga mér svo kona alltaf út að versla. Hvað segirðu Auður? Hvað segirðu þegar þú heyrir? Ég er eiginlega sem að fara að flytja til Svíþjóðar bara. Það ekki, erum við ekki bara að flytja til Svíþjóðar? Svei með það. Já, en þið myndu hafa sama rétt, Auður, í Danmörku. Það ekkert öðruvísi. Já.
Já, ég hugsa að ég verði nú að byrja á því hérna að tala við upptökustjórann sko, það fór svo ljótt orðbragð, heitir ekki orðbragð heilan á mér í gær sko, því það var komið mánaðamót. Ef það færi út fyrir varirnar á mig sko, þá verður hann bara að slökkva sko. Það verður svona pípað yfir. Svona píp, já. En það var voðalega vont að hafa þetta í höfðinu, svona ljótt orðbragð. Þú hefur verið, varst að horfa á COVID-þáttinn eða hlusta fórsett? Nei, ég horfði ekki á hann. Það var bara mánaðamót sko. Já, þú sást bara hvað þú varst að fá eða hvað lánin þín. Já, að það hækkaði, þó ég borgaði 60.000 krónur af láninu svo venjulega, voru eftirstöðum 14.000 krónum hærri heldur en í síðasta mánuði. Og það var nú fyrsta svona pústið út eyrun sko. Ég hringdi í Íbúðalánasjóð og sagði, er ekki verið að gera allt fyrir okkur hérna, lækka vexti og eins og lágt virtur forsætisráðherra sagði að við þyrftum ekkert meiri peninga, aumingjarnir sko, þetta væri ekkert illa með okkur. Og þá sagði hann, nei, þetta er bara vísitala sem að hækkar þetta bara svona, já, það er ekki minnst á þetta. Maður hefur ekki heyrt þetta, að lánin mitt þetta hækka þó ég borgaði af því. Þannig að þessi lágvirti forsætisráðherra, hann ætti nú aðeins að fara að taka til og hugsa aðeins pínu út fyrir sinn kassa, sko. Þetta var bara, svo náttúrulega... Svo áttu við að fá þessa 20.000 króna... Já, hún er farin út gluggan bara mörgu sinnum, er hún ekki í júni eða júli eitthvað svo leið? Jú, það var hún ekki að koma í júni. Þá er ég búin að borga eitthvað sko 50-60.000 krónur meira á mánuði sko í þetta lán sem að húsnæðislán. Já. Og svo fyrir utan allt sem þeir eru að gera sko, sem að þeir halda komi ekki við okkur eins og að hækka útvarpsgjöldin til dæmis. Ég er alltaf að borga sko 40.000 krónur í skatt í ágúst. Það er náttúrulega, maður þarf að borga sér sjónvarpsgjald og framkvæmdasjóð aldraðra þó að sko maður verður að vera helst dauður þegar maður kemst inn á dvalarheimili. Það er ekki pláss. Og ef að þessi vega, tollar og allt þetta sko þetta bara getur mann upp að sko öllum. Allir þessir, þetta er bara eins og þetta sé ekki neitt. Og svo náttúrulega eins og Katrín var, ég hlustaði nú á Katrínu þarna. Það var eins og einhver sagði með ferðatjekkan sem við erum að fá. Einhver sagði, já, fer það ekki bara í veggjöldin? Einmitt, nákvæmlega. Eða þá bara sko, ætli Tryggingastofnun taki helminginn á þessum 5.000 krónum. Já, er ekki búið að tala hvort þetta verið skerðinga? Nei, það var að tala þessi 20.000 krónur að það yrði ekki skerða. Nei. Má ég grípa fram í að því þú segir það? Að því þú nefnir þetta sko 20.000 krónur, að það var eitt af því sem kom mér virkilega óvart. Þegar ég var í þegar þau voru í heimsókn heima á mér frá Tryggingastofnuninni, og voru að ræða minn rétt samdi assistent og við vorum bara að fylla pappír og skrifa undir. Þá segir starfsmaður Fossingakassan, heyrðu, svo áttu rétt á handikappersetning. Og ég skildi nú ekki þá orðinu sinni. Og ég segi já, og hvað ég gera við það? Ég ætla bara að senda pappír og skrifa undir og senda það svo bara tilbaka. Og það ger ég. Síðan birtist reikningum minn, sæðskareikningum, bara ekstra 3.057 krónur. Ofan á íslensku örorkubæturnar, eitthvað sem að Svíar myndu greiða þér ofan á. Já, og það er skattfrjálst. Já. Og hún sagði mér það að þetta væri svona svipað eins og uppbót á lífeyri hjá Íslendingum. Að þetta væri samskonar greiðsla. Þetta er ekki eitthvað sem ég bað heldur buðu þau mér það. Starfsmenn Fossingakassa. Þannig að það er líka önnur áhersla á, það verður að láta fólk vita hvað það á rétt á að fá.
Já, það ekki verið alltaf að eins og auður upplifa að það sé verið að pína fólk til þess að reyna að fá að vita sko ef þú sækir ekki þetta þá bara færðu það ekki. Og ef þú sækir og svo endalega þú fattar það og getur sótt eins og kannski bílastyrk eða eitthvað annað auður eða hennan ferðatékka eða götutékka hvað Katrín kallar það þetta sko að rífa úr þér augun til að geta sótt þetta og það sem að ég sé hérna frá Svíþjóð þegar ég horfi heim búin að vera heima í öll þessi ár frá því ég slasaðist og þangað til ég ákvað að ferðast heiminn og kynna með málefni í ýmsum löndum að horfa svo heim í dag að allar þær hörmungar og þjáningar sem öryrkjar þurfa að lifa við og einungis vegna þess að eins og til dæmis Vinstri grænir þessi kona þarna, hvað heitir hún ekki, Katrín, að hún skuli sko þegar hún vogar sér að segja eitthvað og snýr svo sér að Bjarna Ben og segja, þetta ekki rétt sagt hjá mér Bjarni minn? Veist, sko, hún er gjörsamlega valdlaus og ég rak augun í það eitthvað viðtal við Bjarna Ben að sko að öryrkjar eða fátækir þeir þyrftu nú ekkert sérstakann fjárhagsstuðning vegna þess að kóróna leiðist nú ekkert sérstaklega mikið að þá. Það var einmitt það sem ég var að tala sko þegar það var svona hálfu mánuði síðan hann sagði þetta, 3 vikur kannski. Já, ég veit var að segja það að en hann lifir bara einhver sko heimi sem að maður hefur bara aldrei komið í. Það bara eins og til dæmis þetta fólk sem er láta senda sér og þarf að borga aukalega fyrir það. Bara það dæmi, það er sérstaklega út af þessari kórónuveiru. Bara innkaup ef þú ert í sóttkví eru dýrari, það er allt bara utan náttúrulega þessa vísitölu sem er að angra mig, þá er það svo margt sem að, og svo náttúrulega, svo eins og Katrín í sem þætti þarna, ég horfði á hana og kannski segir hún eitthvað gáfulegt sko, en hún sneitti svo gjörsamlega fram hjá öryrkjum og sko að það var eiginlega, maður tók eftir því hvað hún reyndi að sneiða hjá allri umræðu Já, ég hefði viljað sjá líka fréttamennina sko vera aðgangsharðari. Já, þeir eru ekki gripið fyrir okkur. Nei, það var einhvern veginn, já, frekar fljótt verið að gefa stuð. Já, eins og maður segir, hún slapp frá þessu. Já, algjörlega. En varðandi þetta einmitt með í COVID-veiruna og þá erfiðleika sem að svona staðja fólki og þá langar maður að minna á einmitt, það inn á ÖBÍ núna svona skoðanakönnun einmitt sem að ég hvet fólk til að taka þátt í á Íslandi. Öryrkja, hvort þau eigi auðvelt með að nálgast lyf eða innkaup eða hvort þau séu einmana og annað. Bara svona það verið að reyna að fá einhverja heildarmynd. Má ég vera gagnrýnin, Marja? Já. Og allt þetta sem heitir sko einhver skoðanakönnun hjá ÖBÍ og flotta greinar frá ÖBÍ og allt þetta. ÖBÍ er gjörsamlega máttlaus heildarsamtök fatlaðra. Þetta er bara orðin ein stór lögfræðiskrifstofa. Það sem lögfræðingar bara njóta góðra launa en hvern fjandann kemur frá öryrkjabandalaginu, ekki nokkuð skapaðar hlutur og það hefur ekki gert nokkuð skapaðar hluti í málum með fatlaðra í sko allt frá því að Haukur Þórðar og Oddur Heitinn Ólafsson voru formenn. Ég verð að leyfa mér að gagnrýna og ég leyfi mér að vera harðorður vegna þess að ég er gjörsamlega fyrir löngu síðan búin að missa álít á þetta ÖBÍ og ÖBÍ gerir þetta. Heldur málþing, hvern fjandann skilar það fyrir öryrkja, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það er náttúrulega, ég er alveg sammálaður en orsökin hins vegar, það er spurning hver orsökin fyrir þessu sko. Það er eins og við sko eigum náttúrulega engan beinlínis málsvara inn á þingi, þannig að ekki allavega beint í stjórn, í ríkisstjórn. Þannig að það þarf að vera umboðsmaður sjúklinga. Við höfum
við höfum einhvern veginn ekkert í höndunum þannig að þó svo að allir vilja sér góður hjá ÖBÍ þá náttúrulega eina sem að í rauninni ÖBÍ getur gert kannski einmitt að gera skoðanakannanir og rannsóknir á stöðunni en krafan einhvern veginn að því nú finnst mér til dæmis eins og mér finnst Þuríður Harpa búin að vera mjög öflug að skrifa greinar og tala og reyna að hafa hátt sko og vera ákveðin en það einhvern veginn ekki voðalega mikið hlustað. Þuríður Harpa alveg frábær formaður, ég rosalega hrifin af henni en ég held að hún sé bara eina báti þarna inn á skrifstofunni vegna þess að ÖBÍ getur gert miklu meira heldur en bara að vera með eitthvað ályktanir. Við skulum taka dæmi. Við fjöllum síðustu fjárlaga. Það var engin fulltrúi ÖBÍ á þingpöllum, engin. Ég vil nefna og ég vil nefna eins og samtökin sem ég stofnaði sem heita SEM-samtökin og þegar við vorum að berjast fyrir okkar málefnum og koma okkar málefnum á framfæri að þegar það var eins og fjárlaga umfjöllun þá mættum við á þingpalla. Við vorum ekki fyrir utan, stóðum ekki á Austurvelli með einhver gröfuspjöld, heldur fórum við á þingpalla og létum þessa einstaklingar sem þar voru að vinna, bera okkur upp á niðurstigana og ef við þurftum að fara á klósettir þá vorum við bara niður, vildum fara á klósettir og ef við þurftum að fara út að reykja eða eitthvað þá vorum við bara út að reykja og létum það hafa fyrir okkur alla þessa daga til að vekja athygli á okkur. Hvaða árangur náðu við? Þú getur séð að ég meira og minna alveg frá því 1981 til 1990 var aleinn meira og minna að berjast fyrir þessu þrátt fyrir það að vera í fullri vinna bæði í Alþýðubankanum og fleiri stöðum. Hvaða árangur náðu við? Við náðum þeim árangri að fjöldinn allur eftir að við stofnuðum skóla fatlaðra sem reyndar núna komin yfir í ÖBÍ að sko fjöldinn allur af félagsmönnum komust í vinnu, fengu fulla vinnu í Alþýðubankanum, Samvinnubankanum, Samvinnutryggingum, Landsbankanum, Spron, Rafveitunni og það gekk allt vel og síðan falla frá Oddur Heitinn Ólafsson og Haukur Þórðar þá koma inn í stjórn Öryrkjabandalagsins einstaklingar sem hefur góð laun fyrir að vera þar formenn en aftur á móti ekkert sérstaklega að beita sig fyrir málefnum fatlaðra og í dag erum við að horfa upp á hörmungar við erum að horfa upp á hörmungar eins og Auður eru að upplifa eins og aðrir í sömu stöðu Auður fyrirgefi ég sé að gagnrýna í þessari sjónvarpsstöð en ég verð bara að segja hugmynd. Ég sit erlendis, ég er búinn að búa í Danmörku, ég er búinn að búa í Japan, ég er búinn að búa í Namibíu, ég er búinn að búa í Svíþjóð, ég er búinn að búa í Finnlandi, ég er búinn að búa í Færeyjum og sjá síðan heim og horfa upp á allar þessar þjáningar og sérstaklega eftir 2008 þegar fólk var andlega bæði fjárhagslega gjaldþrota og andlegun leið sem að þegar maður verður andlega veikur það er mikil örorka og það tekur langan tíma að komast út úr því. Mér langar aðeins að taka boltan þar vegna þess að Baldur að því ég var að hlusta á í Silfrinu Sóley Kaldal áhættu og öryggisverkfræðing tala með þessa kreppu sem við erum að setja inn í núna og afleitar afleiðingar af henni sem að við munum örugglega sjá og það með þessar andlegu afleiðingar fólk mun bara upplifa þunglyndi og fólk mun upplifa örugglega bara í einhverju svona þriðju bylgju eða annar eða þriðju bylgju á þessari kreppu og það mun fólk bara upplifa sennilega alvarlegar afleiðingar, andlegar afleiðingar. Það er alveg hræðilegt.
Já, svo líka hvernig talað á Alþingi og þó að sé villandi upplýsingar þá það ekki leiðrétt. Eins og ég bað nú Vigdísi Hauks að biðja öryrkja afsökunar eftir að hún kom með skýrslu sem hún sagðist vera með svindl öryrkja. Svo fór ég á fund með fötlunarfræðing og hann var að segja okkur hvað þessi skýrsla væri. Þetta væri ekki skýrsla sem hún var að vitni, heldur var þetta spurt á götunni í Danmörku. Og sagði ekki nóg með það, heldur ekki hægt að bera saman íslensk kerfi og dans, það alveg tengt ólíkt. Af því það einhver annar, þú færð þína bætur og svo einhver annar sem að þú sækir í líka sem ekki hér á Íslandi. Og fólkið á götunni var að spurta því á götunni hvort það héldi að öryrkjar væri að svindla á kerfinu. Og þetta það sem að Vigdís Hauks kemur með inn á Alþingi sem einhverja rannsóknarskýrslu. Og fyrir að búa til þennan hnapp sem var hægt að kæra öryrkja fyrir að vera svína og svindla á Íslandi. Og þegar kemur í ljós og þetta rekið ofan í hana, þetta sé engin skýrsla, þá fór ég fram á það að við erum beðin afsökunar á þessu bara einelti í rauninni. Það var náttúrulega allt, maður þorði alltaf að opna munninn að maður væri öryrki þegar þá var maður algjör þrjótur og svín, sko. Að því maður átti ekki reikningatort en það aldrei við afsökunar þó að það fari með rangt mál þarna og yfirleitt það í okkar garð að það fari með rangt mál. Já, einmitt. Herðu, mér langar að heyri ykkur aftur fljótlega. Þannig að ég ætla... Já, það kom miklu meiri reykusk út úr eyrunum með mér í gær svo margt. Ég var svo reið út af hjúkrunarfræðingunum og ég var alveg... Já, það nú eitt annað líka. Ég lenti í smá Facebook umræðum í gær og við sjálfstæðismann, Jón Magnússon. Elsku María mín, langar að koma einu af framfæri. Að eins og með hjúkrunarfræðingan í gær, að það var ákveðin verkalýðsforingi á Íslandi sem ég vil nefna Aðalsteinn Árni Baldursson sem hefur hrósað einmitt heilbrigðisráðherra fyrir hversu vel unnu störf hún hafi sinnt í hans draumaríkisstjórn. Einmitt þegar hjúkrunarfræðingar sem að gera allt það sem ég geta gert að hann skuli ekki skamma sín að hafa látið þetta út úr sér á sínum tíma. Fyrirgeðu ég nefni þetta en mér við þurfum að hafa lengri þátt. Já, ég alveg með hálftíma ræði út af hjúkrunarfræðingunum, ég alveg brjálið. Ég fæ ykkur aftur vegna þess að þetta náttúrulega líka fólki sem að sinna okkur í okkar veikindum og okkar bara, þegar við þurfum að leggjast inn á spítala. Já, ég vann mikið í heilbrigðiskerfinu og líka í góðærinu vann ég í heilbrigðiskerfinu og var búin að sjá hvað gerðist. Já. Ég skal hætta núna. Það var ekki að pípa á mig. Nei, kæra þakkir fyrir komuna í þáttinn og takk sem við leiðis. Hvenær við koma aftur? Ég læt ykkur vita hvenær við megum koma aftur. Það var að rífast að fá að koma. Já, og ég ætla að minna bara áhorfendur líka á að við erum með Facebook síðan á Öryrkjaráðið. Þar hægt að senda post og einmitt óska eftir því að fá að koma í þáttinn. Þannig að við bara sjáumst næst. Takk fyrir áhorfið. María mín.